Kæru hlustendur, 19. maí, frídagur ný af staðinn. Þetta rosalegt. Launþeginn hefur aldrei haft það jafn gott. Nei. Það er bara launahækkanir í launahækkanir. Það er góðæri hjá launþeganum. Já. Frídagur í gær og frídagarnir eru nú ekki búnir, skal ég segja. Nei. Það er náttúrulega ennþá 17. júní. Svo maður alltaf með 2 veikindadagi í mánuði, það ekki líka. Nei, herðu, 17. júní, hann hittir á laugardag. Fuck! Ömulegt. Það er bara ömulegt. Já. En svo er náttúrulega annar í Hvítasunnu. Hann er bara í þann næstu viku. Já. Ætluðum við ekki eitthvað að reyna að lobbya fyrir að hann verði færður á föstudaginn? Var það? Það væri frábært. Það var annan í Hvítasunnu á föstudegi. Já. Og þá Hvítasunnudag á þá fimmtudegi. Já, akkurat. Hvítasunnudag. Já, fyrir þeim. Það væri áhugaverð bón að byrja undir. Nei, þetta er ekki bara vitleysa. Jú, það er eitthvað nýtt í þessu annars. Nei. Við erum hérna með Lavazza sem fyrr. Já. Þú ert að bíta í baunina í dag. Bíta í baunina. Ég er með bollan. Þú heyra? Lavazza. Það er besta. Lavazza. Drápanir í vinslu. Já. Ég afsaka það, búið að vera mikið að gera. Ég nýkomin undan Eurovision viku og það var alltaf á rúf og stúfið þar og þú varst með partí? Komst ekki í drápuna? Já, ég er með partí og pub. Ég komst ekki, ég var líka í partí. Já, þú varst í góðu partí líka. Ég var í góðu partí. Ég held að ég hafi samið 4 pubquiz í heildina. Fyrir partíið? Nei, bara 1 fyrir partíið, svo var ég í brennslunni með eitthvað og svo var ég náttúrulega með bara pubquiz á Arena. Já, akkurat. Og Þú vil elsku við Arena. Já, svo var ég að búið til Eurovision bingo og í raun seldi það Já, þetta er mikið. Þessi Euromania í þér. Já, ég veit það Ég var líka bara búinn. Þú veist, maður er bara sofandi út alla daga núna. Já, bara brannst yfir. Já. Nei, ég er náttúrulega alvöru, það var alvöru brask í mér. Bjóð til Eurovision bingo. Já. Náði að selja það með einu skilyrði. Ok. Að Diljá kemist áfram. Þannig að það var mikið undir hjá mér þarna á 50 deginum þegar hún komst ekki áfram, hún var í 11. sæti upp. Og þú misti sölun út af því? Ég misti sölun út af því. Shit, hvað það er nett. Það er bara... Ég gaf það bara út undir Ólafsson. Það er bara, þú leggur sköpin á borðið. Já. Það er bara þannig. Ég hendi sköpunum á borðið. Já. Og nei, en þetta var nú bara stemning. Og vinnur og hann tapar. Tjasla sér saman. Ég heyrði nú úr þessu partíið þínu að þú hefur gengið og verið að bjóða mönnum í vasabiljard. Já, ég veit ekki hvort þú ættir að hafa heyrt það, en það er náttúrulega... Ég og plóterinn vorum í hinu partíinu. Hann óttaðist að fara yfir, Hann sagði, ég er með svo djúpa vasa og allir er að ganga á milli. Er þetta nýja Dalai Lama hjá þér? Ertu ekki með þetta Dalai? Ég hafi verið að bjóða öfugan Dalai Lama. Já. Nei, það var nú ekkert það var bara gleð og gaman og ég held nú með Finnunum, það hefði verið gaman að sjá hann taka þetta. Já, segja með þér. Heyrðu En nú er náttúrulega viðburðarík vika. Eitthvað business eða? Já, þannig var náttúrulega leiðtogafundur og öllu lokað og það eru svona skiptar skoðanir á þessum leiðtogafundi. Já, akkurat. Ég persónulega, þú veist, er þetta ekki bara gaman eða? Skiptar skoðanir með hvað? Nei, bara, þú veist, þetta umhverfisspor, bla bla bla, já, allt vitlaust á Twitter. Svo náttúrulega Sólveig Anna hendi út einhverjum pislið þarna þar sem hún talaði auðvaldið og... Hún var reyndar örglega, hún má eiga það. Hún var örglega með kvót ársins, sagði hún, það er hátt risið á hundaskítnum. Já, það er headlineið á greininni. Þetta er eitthvað rosalegasta kvót allra tíma. Já. Og hún talar hún segir ég óska þess að þau sem þar eru arðrænd af auðvaldi í samvinnu við leiðtoga vinni mikla sigra í baráttunni fyrir því að lifa frjáls undan oki, forhertrar, auðstéttar og stjórnvalda í hlutverki framkvæmdanefndar hennar. Þú veist, hvar færðu þennan orðaforða? Já, þetta er magnað. Já, þetta er leiðindalesning en þið getur bara kíkt á þetta inn á mannlíf Já. Ég sá þetta þar. Ég sá bara fyrirsögnina. Það er alltaf þetta að lifa í því að stjórnvöld séu einhvern veginn að kúa þig Já. En ég spyr því hún náttúrulega stendur dálítið fyrir svona kommunískri, svona sósíalískri stefnu Þú veist, ég fór að velta því fyrir mér, hefur það einhvern tímann í nútíma samfélagi, það þú sér bara kommunisma, bara síðustu 100 ár, hefur það einhvern tímann virkað á þess að enda bara með hörmungum? Nei, held ekki. Það gerði ekki Sovjet. Nei, ó nei. Gengur illa í Norður-Kóreu. Já.
Nei, ég Þú veist, veist Mér finnst það svo skrítið sko, bara hvernig hún sér fyrir sér að þetta gæti endað hér sko. Já, ég held við bara býðum til Guðs að við þurfum ekki einu svona spá í því sko. Nei, ég segi það. En Við sem erum trúið allavega. já, herru, nei, nú kom eitthvað vitlaust lag upp hérna, maður sjá. Já, Við höldum áfram í Take 5, eða ekki? jú, endilega. En já, eins og ég segi, svona sæmilega viðburðarík vika, aðalega náttúrulega leiðtogafundurinn. Þú varst ekkit... Er ekki tægt að fá einhvern svona alvöru djús úr þessu leiðtogafundið? Þú veist, hvar var liðið að út að borða og... Já, einmitt, sko, Og þessi sást í Sindamanni úlpu hérna. Er Ha- ekkert svona það var promo búið að koma að þessu? Það var nú einhver sem tweetaði, sko. Já, mér fannst þetta Og- svolítið vanta. Ég nefndi ekkert spá í þessu. Nei. Ég átti fund niður í bæ sem ég færði á Google Meets út af því ég nefndi ekki Já, að fara í umferðina og þetta Nei, dót, sko. einmitt, þetta er náttúrulega búið að vera... Og einni ferðinni fær í Reykjavík. Það er bara góð vika Já, fyrir mér. bara verið upp í Kópavoginu, Já, bara Seðlabankanum. heim í Kópavogi. Segði það. En það var nú einhver sem að sko sagðist hafa verið á hopphjóli, mætt einhvern þjóðarleiðtoga og lífverðinum hans Já, og lífverðurinn hafi skipað honum eitthvað að fara, fullir á hjóli bara. þjóðarleiðtoginn hafi glottað Já. og svo var það eitthvað sko voða drama út úr þessu á Twitter því að Vísir birti frétt upp úr þessu þráttur að hann hafi beðið þau ekki að gera það sko og það var allt vitlaust þarna á Twitternum og Þetta er leiðilegt. já, ég veit ekki, ég minna Nei, það hefur ekki komið nógu góð djús. Nei. Er eitthvað annað? Já, það er svo sem nóga fréttum en ég var að veltaði fyrir mér hvort við ættum ekki að byrja þetta bara á launþega vikunar hérna, eins og við gerum. Ég er hættur að segja jújú, ég segi bara júsú. Já, í boði Júsú, Og byrja á því, það júsú. sjálfsögðu, og sko við erum með hérna, Þetta er einhver slegg. já, þetta er svona frekar langur texti sem við skrifaður hérna, en þetta er hann Gunnar Hrafn Arnarsson, og hann vinnur hjá Reykjavíkuborg, fjármálastjóri hjá Frístundamiðstöð. Og hann er sagt hérna, Gunnar Hrafn eða Gunni Fugl eins og allir þekkjan er búinn að vinna hjá borginni frá unga aldri. Hann hefur verið leppur á gólfinu í frístundarheimili, unnið í félagsmiðstöð, verið deildarstjóri Úlingastars Grafós og er nú fjármálastjóri hjá frístundamiðstöðinni Tjörninni. Vitandi það að þið hafið óbeitt á opinberum starfsmönnum, þá er Gunni Fugl undantekningin frá reglunni, því hér á ferðinni er maður sem veitir aðhald og lætur fólk heyra það. Þú finnur ekki mann sem hefur sterkari réttlætiskennd þegar kemur að því að eyða skatt fyrir almennings. Gunni Fugl er maður sem kúast þegar hann heyrir veitingar á starfsmannafundi eða vinnuferð í útlöndum. Það hefur enginn klift fleiri innkaupakorti á Reykjavíkuborg en Fuglinn. Fuglinn hefur meira að segja gengið það langt að hann hefur séð til þess að fólk sem bruðlar með almannafé er ekki lengur á lista yfir starfsmenn Reykjavíkuborgar. Sem íbúi í Reykjavík þá hlakka ég til þess dags þegar Fuglinn verður komin inn á aðalskristofu Reykjavíkuborgar og byrjar að klippa korti á eyðslufíklunum þar. Gunni Fugl klálega verður handhafi nafnbótarinnar launþegi vikunar. Það er ekkert minna maður. Þetta er almennilegt. Við óskum bara Gunnari Hrafni til hamingju með þetta. Hann getur haft samband við okkur annarkvort á Facebook eða inn á, bara á pingjan@pingjan.is. Það er ekki þægilegast. Við vorum reyndar átt okkur á því að við erum ekki sérstaklega virkir að svara. Nei, sko, ég kíki svona inn á 3 daga fresti, en við þurfum að vera duglegri. Af því það held ég sé ekki spurning. En þetta var í boði Júsú, við þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið. Þau eru í Borg 29, Pósthúsinu, Gróðurhúsinu í Hveragerði, Kúmen, Kringlunni, Garðabær og þetta eru að sjálfsögðu heitustu borgarar landsins núna þessa mundir. Ég var einmitt síðustu helgi að jamma hérna með einu ráðherra og svo einu ríkisstarfsmanni og ríkisstarfsmanni sagði við mig sko að það væri svona guilty pleasure að hlusta á þig urða yfir ríkisstarfsmenn og panta sér first class miða ekkert út fara á einhverja ráðstöfnu eða dagsferði. Hún sagði þetta er svona guilty pleasure. Þetta er náttúrulega alveg sko stórvægilegu misskilningur að við hötum ríkisstarfsmenn. Nei, við höfum ekkert á móti þeim. Skulum fá það alveg á hreint. En við erum vinir aðhaldsins. En ég væri samt alveg tilbúin í að ég tek undir það að fækka jafnvel í stjórnendahópnum. Ég held að það mætti alveg við því. Það voru ekki 717 starfsmenn þarna á 6 miljón króna fundi og mér fannst upphæðin ekkert, þú veist, fréttnæmt þannig en það sem mér fannst fréttnæmt var 717. Ertu að tala um hjá Reykjavíkuborg? Já. Já, það væri líka fyndið að fara að byrja þetta saman við fyrirtæki sem velti svipuðum upphæðum, sko. Já, bara eins og ICR, það eru nefnilega ekkert mörg sem að velti yfir 100 milljörðum. Þetta er náttúrulega risa operation, það má ekki gleyma því. En það má samt setja í samhengi við önnur operation sem velta jafn mikið. Að þetta er rosalegt. Já.
þetta svakalegt. Við erum sammála því. En hún sagði það, þetta svona guilty pleasure. Sita stilla á addana að drulli ríkistarfsmenn og panta mér eitt sagaklós til Stokkólm og tilbaka. Kíkja á einhverja ráðstöfnu þannig. En herri, Júsú, þökkum þeim kærlega fyrir. Það hérna jalapeno bacon borgari mánaðarins. Mælum með að kíkja það, ekki spurning. Og svo restina bara, þetta allt geggjaði borgarar. Fáránlega gott, sagði Yngvi. En þá sko, einmitt, það eru náttúrulega nokkra fréttir, en við erum með einhverjar umfjallanir hérna í dag. Ég ætla að vera með sko, svona, hvað þarf að hafa í huga þegar fyrirtæki að stofna. Já, ef að byrja á því eða? Já, ég veit það ekki. Þú ert með milljónamæri vikuna, segirðu. Svo eru náttúrulega einhverjar fréttir. Ég er með einn lítinn punkt. Þú manst eftir Tumblr. Já, var þetta ekki samfélagsmiðl einhvern veginn? Sko, svona... ég er bara með smá móla. Er þetta búið það? Já, sko, ég er með söguna því. Hún heitir Marissa Mayer, sem var framkvæmdastjóri Yahoo. Hætti held ég fyrir 1 eða 2 árum. Og hún var í viðtali að segja stærstu mistökin sem hún gerði hjá Yahoo. Og það var árið 2013. Kaupir hún Tumblr. Já, var þetta ekki svona blogg samfélagsmiðl einhver eða eitthvað svona? Sko, hún kaupir þetta á 1,1 bandaríkjadollara. Og þetta var selt annarkvort í fyrra eða hitti fyrra á $3 million. Þetta var bara brunasala. Og hún var semst að tala það sem að þau vissi ekki og ég bara þekki var að Tumblr var vist 90% bara einhver svona dónakallar að nota þetta. Og þau komast að því einhvern veginn eftir kaupin og þetta bara, ég veit ekki, bara vissnar eil og deyr í eigu Yahoo, en það sem var áhugavert var líka það. Það var eitthvað mím líka og eitthvað svona. Ég bara, maður mann nafnið, maður kann að skrifa þetta T-U-M-B-L-R Tumblr. En hún nefndi það sko, við vorum að skoða að kaupa Tumblr, Hulu eða Netflix 2013. Hulu og Netflix náttúrulega 2 stærstu streymisveitur í heiminum í dag og Tumblr er ekki lengur til. En hún fer í Tumblr. Já, þannig að þetta er áhugavert. Þetta er skemmtilegu punktur. Já, líka bara svona, það væri eiginlega gaman að fá að vita einhverju dónakallar sem þú þekkir. Í hvað notið er Tumblr? Og þegar það kom, þú veist. Ég bara þekki engan sem að notaði þetta, en sko, þetta var alveg hellingur svona með það sem ég er að lesa núna, sko, it is host to more than 529 million blogs, which includes a variety of content such as fan fiction and art memes, einmitt. Advice and more. Já, nei, heyrðu, þau seldi þetta fyrir 6 árum. Á 5 árum, 2018. $3 million. Já, svo sagði Jesus, maður. Sæmilega virðis rýrnunin þar. Ætli þetta sé versta acquisition, sögunar. Erum við með eitthvað íslenskt? Við þurfum eiginlega að taka saman þetta því. Það væri gaman að fá eitthvað svona íslenskt dæmi ömuleg acquisition. Já, náttúrulega sko, hvað er það sem top of mind núna? Versta acquisition. Ég manna ekki. Kannski eitthvað fyrir hrun. Sko, já, hún náttúrulega kaupir af honum hvað heitir hann? Sem í Shark Tank, Jesus. Mark Cuban. Já. Kaupir af honum, hvað var þetta aftur? Já, hérna bara myndbanda í .com bubble. Það sem að gerða hann ríkan. Já. Veit ekki. Svo áttu þau líka séns á að kaupa Google held ég eitthvað svona allskins sögur. Hann seldi sko Audionet sem var svo broadcast.com. Hann seldi það til Yahoo á sko 5,7 miljardar bandaríkjadollara árið 98. Spáði því. Veistu hvað broadcast.com er í dag? Hefur þú farið inn á það? Nei, ég hef voða lítið verið inn á þessu. Ég fór bara að hugsa þetta heima, ætli það sé ekki einhver slæma acquisition sem var hægt að senda á okkur. Þetta er sko, ef þú fer inn á broadcast.com þá sérðu þetta. Já, Mark Monitor. Mark Monitor, registered domain, eitthvað. Athyglisvert. En við þurfum að koma með lista, verstu yfirtökur bara allar tíma, það getur verið áhugavert. Samruni Sín og Vodafone hefur reyndar verið svona publicly dæmdur sem ansið slæmt, þótt að sé að ná réttu kútnum núna. Já, svona á Íslandi. Já. Ég er að renna við marka, en ég man að hann hefur alveg fengið sinn skerf af gagnrýni. Sá samruni. Svo er ESC, þeir keyptu eitthvað fyrirtæki í Bretlandi sem þeir eru búin að vera inn á flota. Atlantic Seafood, já. Já, við þurfum að fara smá research. Ekki spurning. Sendi á okkur, það eru með eitthvað skemmtilegt. Léleg acquisition, maður. En sko, svo sá ég nú eitt í Hagsjáni sem ég finnst verðt að minnast á. Já. Það er bara allt upp. Hvað segirðu? Það er bara allt upp. Já.
Sala á bílum, íbúaverð, launahækkun. Það eru þetta allt, það var 0,8% hækkun, hvar endar það? 0,8% hækkun milli mánaða á húsnæðisverði, náttúrulega bilun, en það sem ég rak augun í að sko kortavelta innanlands dróst saman 7,2% í apríl og þetta fyrsta sinn í 2 ár. Sem að heildar kortavelta að draga saman milli ára. Innanlands, en hún jókst erlendis eða ekki? Jú, hún jókst 5% erlendis, en sko, ég tók aðeins saman svona smá tölfræði. Það eru sko, þetta eru 97 miljardar í kortaveltu hjá Íslendingum og á ári? Já, sem sagt, skal ég segja, í apríl. Greiðslukortavelta heimilana nam 97 miljardum í apríl og var í rauninni 5% minni en apríl í fyrra. Og ég tók saman Íslendingar yfir 15 ára. Ég gerir ráð fyrir að 15 ára fólk sé komið með kort og sé farið að eyða. Það var allan þannig hjá mér og guð maður vita að það hefur ekki verið að eldast svo tala sko. Maður farin að sjá krakka með debitkort bara niður í 12 ára sko. Akkurat. En 97 miljardar í apríl og við erum með 317.251 Íslending sem 15 ára eldri samkvæmt tölum Hagstofu frá loki janúar. Erum við að fara að fá miðgildi eða? Nei, við erum að fara að fá meðaltal. Það 306.000 króna meðaltals kortaneysla per Íslending. Á mánuði? Á mánuði. Í apríl sko. Það ekki bara nærlega? 306, jú, þú veist, þetta áhugavert að sjá. Þetta 78% var innlendis og 22% erlendis. Já. Jón Bjarki, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, kom til mín í loðnufréttir. Já. Hann talaði þetta væri svona 20 miljardar á mánuði erlend kortavelta. Þannig að loðnuvertíðin var að vega á við 2 mánuði í neyslu fyrir Íslandingu. Einmitt, áhugavert. Hann setti þetta svona í samhengi. Já, svona samhengi. Heyrðu? En einmitt, þetta áhugavert að sjá og vona að þið geti gert eitthvað með þessar upplýsingar, kæru hlustendur. Já, farið bara, hækki kreditkortareikningin, það þensla, meiri þenslu takk. Nei, það einmitt samdráttur í kortaveltu núna. Ekki erlendis. Nei, ekki erlendis. Skottist bara út, kaupið mér á netinu. En það áhugavert að sjá, þú veist, fyrsta sinn á ársgrundvelli það sem þetta að lækka innanland, sko, þannig að það spurning hvort að það sé eitthvað, hvort að þetta geti ítt undir það að verðlag sé að þú veist að hægjast á vextinu þar líka. Er þetta ekki bara búst og eitthvað svona? Dýrt að kaupa innanlands? Já, svo það gæti verið sko, maður þekkir þetta ekki. Veit ekki. Það alls konar faktorar auðvitað í þessu. En herru, svo sko, minnst alveg líka verðan minnast á það að við skulum vera með verðbólgutips vikunar á eftir. Já. Og ræða það, grúpun okkar nýju. Bara á eftir, við skulum koma með það inn á milli. Ég held að vera að koma með fyrsta. Nei, ég að taka ég ætla að taka þess með fyrirtæki. Hvað þarf að hugað? Það er svona áhugavert og þetta er svona dálítið út frá bara svona okkar augum. Það náttúrulega ekkert formfast, jú, það eitthvað formfast í þessu en ég meitt það svona, það gæti verið að eitthvað gleymist og eitthvað. Þú mátt endilega koma með innlegg inn í þessu umræðu. Ég nefnilega sko lendi í því þegar ég 20 gómur að stofna mitt fyrsta fyrirtæki. Sennilega 21. aldursári og ég labba þarna inn í bara ákveðin banka, skulle segja það. Segjum eitt ákveðið útibú. Bara til að koma með það. Fyrir mörgum er þetta svona hluta bucketlista að hafa stofnað á átt fyrirtæki. Já, algjörlega. Þú veist ef einhver með þetta á bucketlistanum ekki hafa þetta á bucketlistanum. Þetta er heimskulegt að stofna fyrirtæki til að stofna fyrirtæki. Já, algjörlega sko. En aftur á því. Og þú veist, kannski bara til að byrja á því. Áður nú lappar inn í bankan eða eitthvað. Vertu allan með smá plan. Hvað ætlar að gera? Akkurat. Ég held að það sé ágætis punktur. En ég sé að lappa inn í þarna, skulum segja bara banka X, útibú Y. Og ég náttúrulega vissi ekki neitt. Bara 20 ára og bara ekki einu sinni bara komin í háskólanámi eða neitt og sennilega bara að ganga mín fyrstu skref þar. Og ég var vissulega, það var rekstra hugmynd í kortunum og þú veist það var alveg byrjað svona smá rekstur á þessu og Er þetta fyrir áttuna eða eitthvað annað? Já, þetta fyrir áttuna sko. Já, ok. Og það byrjaði auðvitað að rúlla eitthvað þar en við ákvaðum einu tímapunkti bara herru, nú þurfum við bara félag í kringum þetta og ég er í. Plóter og fjalar með bara vasa full af cash og ég þarna var skipaður í stöðu fjármálastjóra og þurfti bara að sjá þetta allt og ég bara fór og bara tók að skarið, vissi ekki neitt og labbaði inn í þarna ákveðin banka og það bara þegar svona vorum 10 mínútur inn í þann fund þá
þá var ég bara spurður hvort ég vissi eitthvað hvað ég var að gera og hvort ég væri bara yfir höfuð tilbúin að stofna fyrirtæki sem mjög svona, þú veist aggressíft hjá aðilanum sko. Það á ekki að vera hann á bara að leiðbeina mér í gegnum. Var þetta einhver eldri maður að hrútskýra? Já, í rauninni sko, þetta var bara alveg pjúra þannig og ég labbaði þannig út bara eiginlega brotinn sko. Fór vissulega í annan banka og sagði sögu mína en fekk þar bara mjög bara veglegar móttökur bara og útskýrt fyrir mér á mannamáli og hvað ég þyrfti að gera og jari. En já, hvað ætlaðir að segja? Þú ætlaðir að bæta eitthvað inn í þetta? Nei, ég finn til með þér og öðrum þólundum hrútskýringa. Já, en sko, þannig að mér langaði að taka saman svona nokkra punkta og sko þetta til að byrja með, það þurfa stofnendur fyrirtæki að hafa náð 18 ára aldri og vera lögráða. Það svona fyrsta í þessu. Sé það ekki. Og þetta svona áður en rekstur hefst og þegar þú ert að fara, þú veist, stofna þessa kennitölu þá þarf að ákveða náttúrulega félagaform. Það í boði EHF sem það bara hægt að stofna rafrænt, það svona frekar einfalt að stofna það, tekur 4 til 5 virka daga og þetta allt, þú færð bara svona rafrænt undirskriftar plagg á sko, þú ert með samþyktir, þú ert með stofnfundagerð, þú ert með stofnsamning og svona tilkynningu og þetta eitthvað sem nokkuð vel útskýrt inn á RSK. Svo getur þú farið í til dæmis önnur félagaformis og SLF og SF og það tekur yfirleitt lengri tíma, 10 til 12 daga og það svona kannski aðeins flóknari, þú veist, það ekki hægt að gera rafrænt. Svo náttúrulega næsta skref, það að velja nafnið. Já. Það að velja nafnið, það verður að velja eitthvað cool nafn. Það líka eitt í þessu, benda á, þú getur verið með bara bullustrumpur EHF en svo þarf nafnið á rekstrinum þarf ekki að vera að sama. Nei, einmitt, það mjög góða punktur. Bara þannig að fólk viti það einmitt. Sem að fara að stofna eitthvað. Algjörlega. En þú getur verið með önnu vörumerki heldur en nafn fyrirtækisins. Einmitt. Okay. Og því næst þá það sko, það þarf að velja tilgang félagsins, það þessir það eru ísat lyklarnir sem íslensk atvinnugreina flokkun. Þú þarft að vera með svona, þú veist, gefa upp hvað starfsemin felur í sér og annað. Sömuleiðis, þú veist, þegar þú fyllir út eyðublöðin og þetta, þá þarft að gefa upp svona áætlun hvað þú áætlir í tekjur á fyrsta ári og allt þetta. Og svo náttúrulega verðt að huga því sko, þú gæti þurft einhver leyfi. Það gott að kynna sér það, þú veist, bara ef þú ert að fara í heilbrigðis eða geiran eða fjármála geiran eða eitthvað, þá alltaf einhver leyfi sem þarf að sækjum. En gerur það strax? Þú getur alveg stofnað EHF-ið. Já, en þú veist, þú náttúrulega getur alltaf breytt því sko. En þetta svona, í byrjun þarf að gefa upp einhvern svona ísallíkil og svona sirka hvað. Já, í hvað starfsemi þú verður og það. Já. Þannig að en leyfin auðvitað eitthvað sem að þú getur sótt bara með tímanum og. Já. Ég held ég sé ekki að rugla, þú getur sagst alltaf að stofna fjármálafyrirtæki, stofnar EHF-ið og svo bara getur ekkert gert fyrir úr komið með leyfin og það. Já. Það ekki? Eiginfjárkröfu og ábyrgðir og það alls konar svona í þessu. Ég þekki eitt félag sem stofnaði banka en hann kom síðan ekkert lengra með það. En, ok. Stofna banka, já. Herðu, var það binnið það? Nei. Herðu, en svo náttúrulega eitt sem var að detta í hug sem að ég var nú ekki með punta hjá mér, það auðvitað einkaleyfi líka. Að þú ert nú þegar svona, þú veist, komið með hugmynd af vöru eða einhverju, þá gott að tala við, já þetta hét nú áður einkaleyfa stofa þegar ég var síst í þessu, ég held að heitir þetta ekki hugverkastofa núna eða? Ég held að, já þetta hugverkastofan núna. Þannig að gott að huga því, það getur verið svona, þú veist, já, leiðilegt ferli en nauðsynlegt. En svo náttúrulega þarf að huga því hvernig á að fjármagna þig. Já, þegar fyrirtækið komið í gang. Þegar fyrirtækið komið í gang. Já. Sko, ein leið náttúrulega svo að ef þú ert bara með pjúra þjónustu, þá náttúrulega í raun ekkert, þarftu kannski enga fjármögnun í raun. Þú þarft að greiða fyrir fyrirtækið. EHF á held ég 131.000. Já, sem það kostar að stofna. Já, samlagsfélag í kringum 90. Svo þarf náttúrulega hlutafé 500.000 og en umfram það ef þú ert að fara til dæmis bara í ég veit ekki, innflutning á vöru eða einhverju, náttúrulega þarf eitthvað fjármagn, þú getur auðvitað lagt það inn sjálfur af eigin bankareikning, en svo náttúrulega hægt að, þú veist, bara safna hlutafé sem dæmi frá vinum og ættingjum,
gegn bara eignarhlut, svo auðvitað hægt að fara bara eins og Davíð vinnur okkar í smitten bara í svona þessi seed rounds og þetta sem að getur verið langt og strangt ferli og alls ekkert víst að það gangi upp sko. Gengur sennilega upp í fæstum tilfellum. Það risk. Erum við ekki að fara í partí til hans í kvöld eða? Hvað segirðu? Ég að fara í partí til hans í kvöld. Já, það? Já. Það er ekki búið það? Jú, ég fekk eitthvað innvættan á Facebook. Já, það var mér kannski bara búið. Ég fekk það. Sá eitthvað á Facebook. Var þetta ekki einhvers konar stefnumóta? Þeir eru að flytja í nýjar höfustöðar? Já, var þetta influence-partí? Já, við verðum að kíkja þangað. Já. En já, það er hægt að fara þá leið, svo sömuleiðis bara eins og ég segi fjármagna þetta sjálfur. Það er alls konar leiðir hægt að fara. Svo er náttúrulega auðvitað hægt að fara að gangi lánsfé. Og það getur verið vissulega frá bara einkaaðilum eða bara vinum eða ættingjum eða einhverju eða sjálfur og svo er hægt að fara í bankana vissulega líka, fjármálastofnunnar og þá er náttúrulega sett ákveðin krafa á þig og þú sért með sérstaklega að þú hefur enga rekstrarsögu á fyrirtæki eða neitt að þá þarf að koma með viðskiptaáætlun og þú þarf að fara á fundi og þú þarf að bara rökstyðja það af hverju þú ættir að fá þetta lán og ég nú sé þetta sjálfur, hafandi starfað í fyrirtækjaráðgjöf að þetta er, þú veist, það er ekkert grín að komast í gegnum þetta, þú þarf að vera með niður njörfa bara nákvæmlega, þú þarf bara að vera sannfærandi af hverju þú átt þetta lánsfé skilið. Já. Það er ein leið, en svo er náttúrulega þriðja leiðin sem hættir að fara og það eru styrkinir. Og þar eru náttúrulega bara alls konar, þú veist, í boði, það er Rannís og allt þetta dót. Hvað er 200, veist, voru ekki eitthvað 200 sem við töluðum 200 Það kom einhver ný geggju styrkja síða í loftið. Þetta er bara, það er endalaust af einhverjum styrkjum í boði sko. Styrkir, það er flott. Já. En herðu, já, svo náttúrulega þetta stoppgjald og hlutaféð sem ég hef búin að punta hérna og sagði á hann. Svo er náttúrulega bara þegar reksturinn hefst og þarna vil ég dálítið svona imprá því að þetta er voðalega rómantísk hugmynd að stofna fyrirtæki. Já, ég var að fara að segja, þú veist, þetta er allt voða gaman þá þú ert komið þetta í hendurnar og þarf að fara að byrja ábyrgð á þessu. Og þá tekur sko við alls konar vesen bara. Það er náttúrulega bókhaldið bara fyrst og fremst. Það þarf að vera með bókhald og þú þarft að vera með, þú veist, ef þú kannt ekki að halda bókhald og þá þarf að vera með bókara og það þarf að gera ársreikning og það þarf að gera skattframtal og þú veist og fleira og skattaskýrsluna og haldið við hluthafaskrána sem er hægt að gera með keldun núna hluthafaskra.is og þú þarft náttúrulega að gefa þér þú þarft að reikna þér laun hverju minnasta mánuði. Já, það þarf að gera það og sömuleiðis eru auðvitað það sem er sennilega svona duldasta í þessu og það sem ég til dæmis klikkaði bara á fyrstum sinn þegar ég var að byrja með fyrirtæki það er vaskurinn, það er vaskskilin. Já. Það er ekki allir sem átta sig á því að það þarf að skila inn, þú rukkar í rauninni fyrir, þegar þú sendur út reikning þá gerur plusvask í flestum tilfellum. Þú fær það lagt inn á bankabók, en þú þarft að skilja vaskin eftir og ég mæli með að gera það bara sérstaklega inn á sér reikning. Því að þú þarft að standa skilum á þessu á 2 mánaða fresti. Já, ég nota bara Payday, það segir nákvæmlega töluna. Já, það er náttúrulega hörkupunktur hjá það líka. Já. En svo er annar höfuverkur sem ekki allir átti sig á og það eru launatengdu gjöldin annarkvort bara ef þú ert einn fyrir þig eða bara ef þú ert með starfsfólk og inn í þessum launatengdu gjöldum þú veist þar er mótframlag í lífeyrissjóð þú þarft að borga 11,5% í mótframlag af don't get me heated boy þú þarft að borga 11,5% mótframlag af af í rauninni bara af stofninum. Ég er að snúast við núna. Mér finnst að allir eiga að stofna fyrirtæki og prófa að vera í eigin rekstri til að sjá hvað mikið týnist í þetta rugl. Algjörlega. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, fyrir hverja milljón sem þú þénar, þá ertu að bara greiða þér út undir halva sjálfur. Þú veist, ef þú tekur inn skattinn og... Svo er verið að tala um að hækka skatta, sko. Já, og launatengdu gjöldin. Launatengdu gjöld hafa sko hækkað, held ég, milli 2018 og 2000, hækkað 60% launatengdu gjöld, sko. Af hverju taka þau ekki bara 100% frá okkur og láta okkur fá það sem þau vilja við fáum? Já. Þetta er orðið svo gengdarlaust. Hvað er gengið á mann? Ég átt að setja svona mikið í lífeyrissjóð, svona mikið í launatengd gjöld. Maður ræður engu. Þetta er orðið algjörð þvæla. Já, þú veist, fólk áttar sig ekki alveg á því hvað atvinnurekendur hverju þau eru að standa í, sko. Þetta er sko, þetta er mótframlagi lífeyrissjóð, það er mótframlagi séreignarsparnað, það er tryggingagjald líka sem er, sko, já, ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í að hvernig það er reiknað, en svo er sko
svo orlof og svo stéttafélagsskilagreinar, þú veist, þar inn sjúkrasjóður og orlofsheimilasjóður og allir fjandinn, svo slysatryggingar fyrir starfsfólk, skilu þetta bara étur upp rosalega háa prósentu af tekjunum, þú veist, ef þú ert sérstaklega, ef þú ert bara einyrki, eins og ég segi, bara fyrir hverja milljón sem þú þínar þá ert að greiða þér út undir 500.000 krónur, sko. Og svo náttúrulega annað sem þarf að huga að og það áætlun frá skattinum vegna hagnaðar, segjum þú hagnist segjum bara 5 milljónir á þessu rekstrarárið 2023, þá áætlað á þig fyrir 2024 og það er alltaf að greiða mánaðarlega bara 1/12 af því sem að þú hagnaðist þetta getur fokka mann upp ef maður með mjög gott ár og svo bara melló ár þá var maður samt að borga staðgreiðsluna með við mjög góð ári einmitt sko, þannig að þetta ber að varast og ég klikkaði sjálfur á þessu líka veist, nú er ég bara svona að rúlla yfir það sem ég hef klikkað á sjálfur og eflaust þú á einhverjum tímapunkti en þannig og þetta í rauninni bara svona upptalið hjá mér bara að fara yfir þessar hættur í þessum leik og fólk skal hugsa sér tvisarum áður að dembis út í rekstur en ef að það samfært að það sé með góða rekstraráætlun og góða hugmynd þá ekki spurning að kýla á það en ekki stofna fyrirtæki bara til að stofna fyrirtæki það doldið svona það algjörlega prinsipið og annað, þetta orðið miklu betra inn á RSK heldur en það var klálega eitt sem fólk hefur örugglega ekki spáð í að þú þarft að hafa samþykktir segjum á sérst að stofna Arnar EHF sem heldur utan þín eigin rekstur þá þarftu samt að hafa samþyktir og það eru svona demo og annað inni hjá þeim þetta sko, það samþyktir, það stoppfundagerð það stoppsamningur og svo tilkynning þetta rauninni þessi 4 skjöl þarna en svona eftir að hafa staðið að gera þetta sjálfur fyrir einhverjum árum versus að hvernig þetta gert í dag reyndu bara að finna einhvern vel spiltan lögfræðing borgaði honum aðeins aukalega fyrir að sjá bara þetta allt og heyrði hörpu bókara þá ertu bara komin á græna grein eða bara læra þetta sjálfur sko, þú veist Nei, þú vilt finna einhvern vel spiltan lögfræðing í þetta Ég mæli ekki með því Nei En það ber að huga að ýmsu þegar í rekstur komið Þannig að við vildum bara svona aðeins upplýsa ykkur en það hægt að finna allt þetta bara hvernig skal stofna fyrirtækin á RSK eða fleiri síðum Þannig að bara hvetja hlustendur ef að þið eru í þessum hugleiðingum að tjekka á því og kynna ykkur málið áður en að þú veist því að þetta getur fyrir einhverja þetta hellings fjárfesting bara að setja 130 skall í kennitölu og þú veist bara 500.000 í hlutafé og annað sko Ég heyrði einhvern tímann, ég veit ekki hvort þið þumalputtaregla eða annað en það var einhver sem sagði að ef að veltan ekki komin upp að 5 milljónum á ársgrundvelli ekki þá stofna EHF-ið heldur gerði þetta bara á þín eigin kennitölu til að byrja með svo lengi sem þú ert ekki að takast á því einhverjar persónulegar ábyrgðir eða annað. Það náttúrulega annað kostu við EHF ef eitthvað klikkar þá það EHF sem fellur, ekki þú persónulega. Það náttúrulega verðt að minnast á það að EHF þannig félagaform að þú berð ekki ábyrgð á skuldbindingu félagsins umfram það sem þú leggur inn. Já, akkurat. Ef þú ert með SLF hins vegar þá þarf einhver að vera í svokallari ótakmarkaðri ábyrgð og þar af leiðandi gengur hann í persónulega ábyrgð fyrir skuldbindingu félagsins Þannig að það svona ókosturinn kannski við SLF en kosturinn auðvitað við SLF og SF og svona að þú tekur úttektir og greiðir eða sko það ekki skattlagt úttektir af félaginu heldur bara skattlagt í loka árs bara hagnaður félagsins EHF náttúrulega þannig eins og við þekkjum það 20% skattur á arðgreiðslum sem má greiða út einu svona ári Þannig að það svona kostur og gallar í þessu. Það ekki 22%? Hvað segirðu? Viltu 22%? Það 20% á félag og svo 22% á einstaklingin. Já, einstaklingin. Já, einstaklingin. Þannig að sko, ég get kannski komið einhvern tíma setna með bara samanburð á þessum félagaformum. Það kennir ýmis að grasa þarna. En ég vildi svona allavega bara dreipa á þessum grunnpunktum í dag fyrir þyrsta kúreka. Þetta það sem kúrekarnir vilja. Þau vilja fá bara svona, segðu mig hvernig ég á að gera þetta. Já. Nenna þess ekkert. Við viljum bara græða peninga En heyrðu Þá minni umfjöllun lokið hér Og talandi sko rafrænar undirskriftur og annað Í gegnum skattin Dokubit Það bara Dokubit Allt hægt í gegnum Dokubit Allt hægt í gegnum Dokubit Og sko Þau segja nei við pappír þar Ég segi nei við pappír Já Og við segjum öll nei við pappír Við værum ekki viðskipti við RSK eða það var ekki hægt að gera þetta rafrænt Nei, það bara nákvæmlega þannig Þannig að við styðjum þetta samstarf RSK og Dokubit Já, ekki spurning Við hvetjum ykkur til að bara stofna aðgang núna inn á dokubit.is Fyrir alla litla og meðalstóra Já, bara, eða bara alla Svo bara þessar stóru stofnunir og allt sko Hvetjum ykkur til þess Yes Heyrðu
Er það ekki kísugúli kall vikunar eða? Já, hver það núna? Sá yngsti hinga til. Nú? Sá yngsti í heiminum held ég. Hann yngri en við eða? Já. Andskotin. Þetta hann Austin Russell. Ég vissi að þú ekki búin að heyra á honum. En eftir 10 ár þá myndu sjá eftir að hafa ekki heyrt á honum fyrr. Ok, hvað hann að breyta heiminum. Er hann eitthvað með gervigreind eða? Hann stofnaði Luminar Technologies sem þau fremstu, að mér skilst, í að búa til tæknina sem knýr áfram sjálfkeyrandi bíla. Já. Herru, hann 95? Já, ég að fara yfir þetta. 28 ára gamall. Steldi ekki að með þrjuminni. Nei, ég ætla ekki að stelaði þrjuminni. Sko, hann býr til eitthvað nýtt í LiDAR Sense Technologies sem stendur fyrir Light Detection and Ranging sem að þegar hann að gera þetta þá það ekki vitað en þetta í rauninni að vera grunntæknin á bak við sjálfkeyrandi bíla og hans tækni áheldi að geta séð betur heldur en mannsaugað þannig að þegar þú ert með sjálfkeyrandi bíl þá sett svo krafa á að bílinn sjáu betur heldur en þú sjálfur og með hvað heitir þetta, infrared og alltaf fjanda bara til að geta detekta allt mögulegt og ómögulegt Sko, ef við spólum aðeins tilbaka ástæðan fyrir að við ykkur aðtekli hann var að kaupa Forbes í vikunni 82% á $800 milljónir Var hann að kaupa Forbes? Já, Forbes milljónir list Hann á þann lista? Hann á 82% í Forbes í dag Það aðteklisvert Sko, hann varð yngsti milljónamæningur heims 2020 kísugúli kall það. Og það var þetta eru paper gains en þá spakkar hann Luminar Technologies þannig að hann var 25 ára þegar networth hans fer yfir 1 miljard bandaríkjadollara Sko, nú rúlega hans tilbaka það ekkert eitthvað íkja marga sögur af 28 ára frumkvöðli ekki svona eins og þessi gömlu oldtimer sem við erum búin að vera að spá í Þannig ég tek ævi ágrip aftur í grunnskóla Hann alveg upp í Kaliforníu Hann var 15 ára þegar hann sótt fyrsta einkaleyfið sem var fyrir að endurvinna vatn úr svona vassúðara kerfum sem öllum görðum og eitthvað en það kom ekkert fram hvort að það hafi eitthvað floppað eða annað það var bara fyrsta einkaleyfið og þegar hann 15 ára þá kynna mamma hans og pappi hann fyrir laser frumkvöðli að nafni Jason Eichhorn Laser frumkvöðli? Já, eitthvað svona laser technology emitt Þetta var það sem ég staldraði hans við Þetta bara einhver hundgamall maður Í hvaða stöðu ertu þú ert 15 ára og foreldraðinni sjá bara svona hagið því heyrðu, best að kynna hann fyrir Jason Eichhorn sem bara eitthvað fertugur indveri sem bara með doktor í það skiptir ekki, allavega það sem gott við þeirra tengst að hann var síðan co-founder að Luminar Þannig að mamma og pabbi höfðu rétt fyrir sig með þessa tengingu Þekkirðu prósentuskiptinguna þarna hjá þeim með? Nei, en það kom fram að hann átti 82 hann keipti fyrir 82% í Forbes hann áheldi 56% en með 80% voting rights í Luminar þannig að hann ennþá stór og ræður í öllu Sko, hann stofnar Luminar 2012 þegar hann ennþá í menntaskóla Hann er hann að 17 ára fyrir Stanford Veistu hvað hann gerir í Stanford? Viltu gíska? Nei, hættir Innan 3 mánaðar hann hættur Allir alveg snillingar sko Já, og veistu hvert hann fer? Í Thiel Fellowship Facebook eða Google eða eitthvað Thiel Fellowship Nei, fer hann til Thiel? Hann er enn eitt Thiel Fellow Fær $100,000 til að fókusera á Luminar 17 ára Frá Peter Thiel Þetta sem sko, það er ákveð Þetta er sko manni finnst einhvern veginn allir snillingar vera dropouts, skilur Sko, fyrir svona meðalmann ekkert vera endilega að elta þetta sko Þetta er eins og að finna nál í heistaki ekki láta tölfræðina blekkingu Þetta er 0,0001% sko En allavega Þetta er held ég við höfum talað nokkar sem hafa farið í Thiel Fellowship Já, við tókum einhverja umræða á þessum daginn Anna magnaði við þetta fyrirtæki hann var í stealth mode í 5 ár Semst frá 2012 til 2017 Engin viðskiptavinur bara hann að mastera tæknina Hann bara inn í myrku herbergi á brókinni og nærbólum Auðvitað var hann með einhverju svona demo en það var ekkert orðið einhver viðskipti og ekkert byrjað að selja Það er heldur langur tími í 5 ár Ég meina hýmyndaður ef þú væri núna með hugmynd að betri tegunda bolla eða hvað það væri og þú ert að fara að fókusera á 5 ár Allavega 2017 þá fær hann $36 million í Series A funding sem var notuð til að setja upp verksmiðju og byrja að selja Fyrsti kúnninn hans stóri var Toyota
og svo bættist við Lexus, Audi, Mercedes, Volvo og hann bara að tína upp þessa stóru. Basically allir nema Tesla þá eða? Sko, munurinn á því sem að hann að gera og Tesla að þróa þetta in-house. Þeir eru með eigin teimi í sjálfkerandi og ég sá þessa líkingu hvort viltu vera vopnasali eða warlord. Hann ákvaði að vera vopnasali, þannig að í staðin fyrir að verða warlord og eiga sinn eigin frá A-tölu sjálfkerandi bíl þá ákvað hann að búa til þessa grunnvirkni þannig að hver sem geti keypt á honum. Þannig eru náttúrulega utanaðkomandi fyrirtæki bara að reiða sig á utanaðkomandi tækni. Já, frá honum. Og sjá bara, heyrðu, þetta svona dálítið eins og Unity og þú veist... Nákvæmlega sama. Þetta svona innviður í þessa sjálfkerandi bíla og í staðin fyrir að hvert og eitt fyrirtæki sé að byggja frá grunni, Luminar mættur. Ég sá þetta markaðskappi í vikunni var $2,4 miljardar og þeir eru með $40 milljón í tekjur. Wow. Þetta ekki neitt. Þeir eru að velta einhverjum, 6 miljónum ári. Ástæðan fyrir þessu valuationi, sem 2,4 í dag, er að þeir að gera ráð fyrir 100% plus tekjuvexti á ári. Stóð held ég til 2018 eða eitthvað. Þannig að gerðu bara 40 sinnum 100 sinnum 100 sinnum 100 sinnum 100. 2018? 28. Já, 2028, já. Síðastliðin 3 árum er hann búinn að tapa meir en $1 miljard bandaríkjadollara í developmentið. Þannig að þetta er sko... bara þetta er að horta cash. Já, hann stendur örugglega bara einhvers staðar út á gólfi og er að kveiki seðlum, sko. Hann er sko, þú kannski kemur inn á það, hvað hann er metinn á? Heyrðu, var ekki 1,6 eða eitthvað? Sko, ég sé allan að 1,2 miljardar bandaríkjadollara. Þetta er alveg nokkuð djarft. Það er metinn á 1,2 að þú ert að kaupa á Forbes á 800. Ég held að sko engin af þessum, svo veist, Jeff Bezos, Elon Musk eða Steve Jobs hafi verið yfir 1B, 28 ára. Steve Jobs reyndar mögulega á þávirði, skilurðu, þú veist. Sko eina sem toppar svona mann í heiminum og örugglega í heimsögunni eru bara erfingjar. Já, eins og erfingjar Rockefeller eða erfingjarnir hann í Noregi að Laxeldinu og annað. Að geta ná þessum eða Walmart. Heyrðu, sko, til að loka þessu skulum ekki gleyma Zuckerbergnum, sko. Zuckerinn? Já, hann var örugglega bara segjum net worth at 30 bara til að tjekka á þessu. Já, hann var með 1,5 miljard. Já, hann er 25 ára þegar hann fer yfir. Prófaði network at 25. Eitt til að loka þessu, hann er með skemmtilegt kvót menntun, svo nótið þegar við erum að hrauna við menntun hérna. Já, nei, það vorum við alls ekki að gera. Jú, hefur ekki heyrt nýja hvað er mitt? Fuck school, do something cool. Ég var að semja þetta. Hann segir, sko, þegar þú hefur grunngildin til að byggja eitthvað, skapa eða búa til, þá getur það verið meira krefjandi að gera það innan akademísks umhverfis. Sem er ástæðan fyrir að hann bara hætti skóla og ákvað bara að keyra á þetta. Þú veist, það er auðvitað 1 punktur, sko. En nei, öllu ganni sagt, farið í mentun, mentið ykkur, það opna fleiri dyr heldur að lokar. Algjörlega. Og aðalega líka náttúrulega bara tengsl og annað, sko. Vinskapur fyrir lífstíð. Ég er tæmdur, Austin Russell. Takk fyrir þetta. Muniði nafnið. Þetta er maður sem við munum sjá á Jómfrúnni alla föstudaga inn í eilíðina. Heldur hann sé hafi kíkt þangað. Hann fer í lúxusplattan, sko. Já, lúxus, hann tekur síldaplattan með. Já, sko, lúxusplattin er, sko, það er hörku valjú þar, sko. Þetta eru 7 réttir og á 8.490 þannig verið að gefa þessa rétti, sko. Þetta er líka snilt, það fyrir núna styttast í útskriftir. Já. Bjóði menntskælingunum og háskólanemunum sem vera að útskrifast. Takk á Jómfrúna. Já. Gefum við fyrsta ágaviti skotið, það er regla. Já, ándjóks, það er geðveik hugmynd. Fara á Jómfrúna að fagna útskrift. Já. Stórkostlegt, sko. Allir sjefarnir í bænum sitja þarna. Ég segi það. Sjáðu flottan í jakkafötunum. Já. Maður er sjaldan meira high on life þegar maður útskrifast úr háskóla, sko. Já. Þannig að þá er flott að sitjast með bara sjefunum, sko. Tilbúin til að sigra heiminn, svo sér það alla sjefana. Ég segi það. En Jómfrúin, svo fer auðvitað styttast líka í bara sumarjazzinn sem við tala fyrir. Hann er handa með hornið og opnunin í KF maður. Það verður svakalegt. En það er sko bara fyrst, ég held að það sé hérna 3. júní er fyrsti sumarjazzinn. Já. Þannig að við bara byggjum veðurguðuna, leggjumst á bæn. Já, fá gott viður. Já. Það verður rosalegt. Það skiptir öllu í þessu. Það verður rosalegt. En Jómfrúin, við þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið. En herru, svo er það verðbólgutips, bara svona rétt í lokin til að slá botnin í þetta. Já. Ég ætla að koma, til að minnast á það eru bara 1000 manns komnir inn á grúppun okkar, verðbólgutips á Facebook, hvetjum ykkur til að kíkja þangað inn.
Erum líka treysta á að hlustendur setji eitthvað að inn og það verður svona samfélag sem hjálpa hvort öðru bara við að kveða helvitis draugin niður, verðbólgu draugin. En sko ég ætla að koma með verðbólgu tips vikunar hérna og það er eitt af þessu sinni og það er að hringja í tryggingafélögin eða í tryggingafélögin bara. Já. Það er alltaf hægt að lækka tryggingagjaldið með því að bara taka upp tólið og hringja. Þú getur sparaði 20.000 á ári með því að vera aktífur í þessu. Virkri aðhaldsstýringu, myndi ég segja. Já. Þannig að hérna... Ertu með einhverja persónulegar sögur? Já, ég hef gert þetta. Ég held ég hafi bara alltaf gert þetta, sko. Ég næ yfirleitt bara að lækka hjá mínu eigin tryggingafélagi. Endar yfirleitt þannig, sko. Já, þú stilliði mjög. Já, þetta er bara þannig að ég hringi tryggingafélag X. Þú ert bara hjá Skví. Fæ tilboð sem er lægra heldur en hitt. Þú ert hjá Skvís, hringir í Hörð, segir við Skvís að Hörður hafi verið að bjóða þér þetta. Nei, það er... Ég hringi tryggingafélag X. Og Skvís segir, fékkstu tilboð frá þau að lækka, svo hringi tryggingafélag E sem er mitt eigið. Og segi, tryggingafélag X bauð með þetta, ég vil að þið lækki þetta og það undantekningalust hefur það skilað sér, sko. Já, eða farið verðina bara. Já. Hvernig er þið okkar mönnum í verðina gangi? Já, það verður áhugavert að fylgjast með því. Við fengum náttúrulega Friðrik til okkar hingað. Já. Bara, þú veist, snilda pæling, sko, en ég veit ekki hvernig það gengur. Nei, en ráðið er gott og gilt enga síður. Þetta eru há fjárútlát á hverju ári, þannig að endilega haldið þeim á tánum, þessum tryggingasölumönnum. En varst þú með eitthvað verðbólgu tips í dag? Sko, mitt á kannski ekki alveg við strax. Nei. Ég með einn áhugaverðan punkt að þegar hvalveiðin fyrir að stað, verða á hvalkjöti. Herru, af hverju eru ekki búin að ræða það? Er búið að kosta sama frá upphafi. 1200 krónur. Það? Þannig að þetta er ódýrasta kjöt sem þú getur keypt í sumar. Kílóverðið, 1200? Þetta er bara svona vinnum að gegn verðbólgunni. Maður fer bara í hvalkjötið. Fyrir út að vera eitt besta kjöt sem maður kemst í. Þetta er góður punktur í þér. Langreiðin maður. Svo er náttúrulega hægt að líta á siðferðið í því. Það er náttúrulega allt brjálað, sko. Já, hvaða siðferði? Já, komdu með það. Ég er að reyna að espaði það. Komdu með eldræðuna. Það er náttúrulega verið að bara, það er alla líkur á að þetta verið síðasta vertíðin. Ertu að tala um laxveiðar? Nei, þegar þú pintar einhvern í 40 mínútur og hendur hún svo aftur úti. Já, það er náttúrulega hægt að færa rök fyrir því að þetta sé bara svipuð meðferð á dýrum, laxveiði og hvalveiði. Já, vandamálið er bara að þeir sem eru að gagnrýna hvalveiði er í laxveiði, þannig að þau muni ekki banna hitt. Þetta er svona... Viltu ekki segja eitthvað? Viltu ekki koma með einhver skilaboð? Já, þetta var bara verðbólgutipsið. Þetta er 1200 kall kílóið. Þetta er ódýrasta kjötsifin. Nei, skulum bara eiga það inni. En svo er náttúrulega eitt sem við glemdum að tala um í síðustu viku, bara svona endalega lokum, sko, SS. SS lækkaði 38% í síðustu viku. Shit. Nú förum við. Í 54.000 króna viðskiptum og þetta er náttúrulega búið að vera ágætis hreyfing í maí, 260.000 króna viðskipti. Ég bara skil ekki hvernig fólk getur verið að selja þessi bréf frá sér. Þetta er náttúrulega bullandi valjú, ekki ráðgjöfsamt. En sko, ég held að þegar siðmenning fellur, þá er alltaf talað um að vatn og svona verði mikilvægasta auðlindin. Peninga verði bara skipta engu. Ég held að bréfin í SS verði verðmættust á. Þá mun fólk slást um þetta, sko. Já, það er gott sjátt. Þannig að já, ég ætla ekki að fara að segja ykkur að kynna ykkur það, en skoðu þetta allavega. Check it out. Heyrðu. Þökkum SS kærlega fyrir bara tilvið sína. Þó þau séu nú ekki samstagsaðilar. Enda þetta á Jam í kvöld? Nei, við ætlum ekki að enda á því, en við bara óskum ykkur góðrar helgar og þökkum fyrir hlustunina í dag. Við verðum nú aftur með ykkur á þriðjudaginn. Gleymur reyndar að koma inn á mikilvægasta punktin með afsendingaþáttinn okkar. Segjum frá því í næsta þætti. Já, við skulum gera það í næsta. Herru, þangað til næst, kæru hlustendur, takk í dag. Bye bye.